Komið sæl. Við sjáum hér að það dálítill úrkomubakki hér vestan við landið. Það svona viðlóðandi þar í dag, alveg þá við Breiðafjörð og Vestfirði og gaf svona smá úrkomu þar. En hann svona að þokast til vesturs og það ætti nú að stytta upp þar einnig. Síðan dálítið él hér fyrir austan. Annars breytingin svo til morguns ekki mikil. Það verður svona kannski aðeins ákveðnari norðaustanátt, sérstaklega norðvestan til á landinu og bætir í úrkomu þar og bætir svo svona á endanum í úrkomu þá hér fyrir austan einnig og svona almennt séð þá eru þrýstlínur að þéttast smá saman. Og við sjáum að á hitafarinu þá þetta svona svipaður hiti áfram. Hins vegar nær að kólna svolítið svona í nótt eða frysta víða í nótt en síðan svona hitinn svona víða við frostmark. Sjáum að áfram kalt hér norðan til í Evrópu en annars sjáum við hér stöðuna undir kvöld. Það verður lítil úrkoma nema þá kannski hér fyrir austan en síðan sjáum við hér svona í nótt og í fyrramálið og fram á morgundaginn bætast við úrkoma hér norðan til og norðvestan til sérstaklega en það verður áfram svona dálítil él hér fyrir austan eða skúrir kannski hérna við ströndina og síðan verður bjart hér sunnan og vestan til á landinu víða á hér sunnan og suðvestanlands skulum við segja. En þetta svona aðalega þá snjókoma sem fellur norðvestan til á morgun og gæti nú verið svolítið hríðarveður upp á heiðum á Vestfjörðum. En annars tiltölulega rólegt veður hjá okkur og svona keimlíkt því sem var í dag. Þó svona bæta aðeins í vindinn. Sjáum hér svona dálítið bakka koma inn svo hér á mánudaginn en það sem að gerist að kannski það bætir í vindinn svona áfram og þá erum við að tala svona allhvassan eða hvassan vind kannski á norðvestan til og svo hér við suðausturströndina en sjáum að hitinn hann hækkar aðeins en ekki mikið og þá má alveg reikna með að verði svona svolítið blautar úrkoma hér við austurströndina en nálægt slítum mörkum eins og við sjáum að hitatölunum og síðan bæti enn frekar í vindinn svona, þá erum við að tala storm eða hvassviðri eða storm hér á Suðausturlandi, sérstaklega þá í Mýrdalnum og undir Eyjafjöllum og Mýrdalnum og svo hér í Öræfum. En annars, og svo verður áfram tiltölulega hvasst á Vestfjörðum en annars þetta svona aðalega strekkingsvindur, jafnvel allhvass og við sjáum úrkomin aðalega hér fyrir austan áfram og þetta þá mestu í föstu formi en svona gæti verið svolítið slitta samt sem áður í þessu en ef við höldum svo áfram að þá sjáum við það kólnar fer síðan að kólna og vindáttin verður norðlægari smá saman verða él hér sérstaklega þá norðaustan til á landinu og það stefnir í að það breytir svolítið gír hjá okkur loksins og vindáttin verður norðlægari kólnar hjá okkur og síðan eru svona fara líkurnar að aukast að við fáum eitthvað snjó hugsanlega og læða myndun í kringu landið. En það verður að koma betur í ljós þegar líður á næstu viku en það er svona smá hlé hér á Íberíuskaga vonskuveður núna í kvöld en síðan eru svona önnur skil að nálgast á morgun. Við sjáum að það víða blautt hér áfram á Bretlandseyjum en rólegra enda hæð hér ríkjandi yfir Skandinavíu og svo austast hér einnig og kalt þar. Og Kanaríum lítið að frétta svona ósköp við þar í kringu 20 gráður og sólríkt en það svona kuldakast ennþá í gangi hér í norðausturhlutanum í Bandaríkjunum, kemur hér frá Kanada mjög kalt loft en svona hæð hér ríkjandi hér við Vötnum miklu og víða bjart veður þar en síðan nú einhver svona úrkomu svæði þarna nyrst í Kaliforníu en við sjáum að það áfram kalt en það svona dregur úr kuldanum svona næstu daga
En á morgun það svona bætir aðeins í vindinn, sérstaklega norðvestan til með snjókomu þar, en annars þetta svona keimlíkt veður hjá okkur. Verið sæl.